Jæja, það síðasti sunnudagaskólinn og nýttum við tækifærið og stríðum prestinum aðeins. Þú voru að vera duglegur að stríða mér. Sjáum hvernig þetta fer. Síðast þetta vera gítarinn sem hann rífur alltaf fram og glamrar á í óþökk allra sem meira. Eru fleiri? Já. Jú, þetta er hann. Sjáum hvað við getum gert við gítar. Hlýtur að standa hérna upp á sviðu eftir og já, glamra eitthvað á þetta. Ekki sjá hversu falskur hann verður. Það verði spennandi. Þetta er alveg, hann er svo falskur að þetta er alveg rillilegt. Þetta verður kannski eitthvað. Og þegar hérna var komið við sögu þá var ekkert annað að gera heldur en bara bíða og sjá hvort hann tæki ekki fram gítarinn. Og heldur betur tók hann nú fram gítarinn og þurfti að fara aðeins afsíðis og reyna að stilla hann. En tíminn var á knappur þannig að hann náði ekki að stilla hann alveg. Og takið eftir svipnum á honum, hann var ekki ánægður með hljóminn í honum. Ég held ég að náð svipnum á honum svona, hann var að verða held ég pirraður. Brandskotir. Og þarna var hann blessaður kallinn orðinn það pirraður að hann varla gat klappa fyrir sjálfum sér. Gítarinn hljómaði svo illa. Og hann var alveg að fara að skamma eitthvað fyrir að hafa verið að fíflast í gítarnum. Ég er alveg sannfærður um það. Aðalástæðan fyrir því að ég geri þetta er það að mér þykir vænt hann séra Sigurð og ég er svona rétt bara að leika við hann því að hann er alltaf að stríða mér eitthvað. Hefur verið duglegur við það í gegnum tíðina að fíflast í mér. Ég sagði honum að fengi það borgað og þarna fekk hann það borgað. Sko, í einhverju guðspjallinu stendur hvort það er ekki Lúkasar guðspjall. Faðir fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Við skulum vona að séra Sigurður hafi það á baku eyrað þegar hann sér þetta, þennan rekk, margblessaður engillinn.